Já, komið þið sæl og blessuð. Við ætlum að halda áfram umræðu samgöngur á höfuðborgarsvæðinu. Það má segja að stefni í óefni og sumir segja að það sé þegar orðið. Við könnumst við æ fleiri teppur hér á höfuðborgarsvæðinu. Það tekur okkur lengri tíma að komast frá stað A til staðar B, oft á tíðum. Og í gær ræddi ég við strætófarþega, konu sem hefur tekið strætó allt sitt líf. Hún losnar þá við stressið sem fylgir því að bíða í teppum. Og ég hef einnig verið að ræða við fólk sem að ferðast á hjóli, fer í vinnuna á hjóli. Við höfum rætt borgarlínu, umhverfisvænar framtíðarsamgöngur í þessum efnum. Og í dag ætla ég að ræða við samgönguverkfræðing eldri borgara sem skeptískur á borgarlínuna og hefur skrifað greinar það og beitt sér í rauninni fyrir þeim hugmyndum. Vertu velkominn Þórarinn Hjaltason. Takk. Þú ert fyrrum bæjarverkfræðingur Kópavogs og má ekki segja að þú hafi verið samgöngustjóri í Reykjavík einnig. Það hét þá yfirverkfræðingur umferðardeildar borgarverkfræðings. Já, þannig að þú ættir nú ekki að tala af svolítilli þekkingu. Ég las grein eftir því nýlega þar sem að þú ræddir að nú þegar hefði orðið mikill kostnaður til óþurftar af borgarlínunni og þú telur að menn séu á vondri leið. Viltu aðeins kannski bara byrja á því að rekja í meginatriðum hvað að nú gildandi hugmyndum borgarlínu? Já, ég skal reyna að gera í stuttu máli. Borgarlínan, það kannski ekki allir sem veit að þetta átti nú upphaflega að vera annarkvort léttlestakerfi eða hraðvagnakerfi. Það var tekið fram í svæðisskipulaginu sem var samþykkt 2015 og gildi til 2040. Nú léttlestakerfi fyrir bílaborg að þessari stærð. Það var reyndar ekki tekið fram að það væri 60 kílómetra endilega og ég hef heyrt að hugmyndin hafi verið svona 40. Þetta svo gessamlega út í hött þegar ég heyrði þessa hugmyndir. Og það engin fordæmi svona flott kerfi í bílaborg á þessari stærð. Það óbreytanlegt að Reykjavík sé alltaf bílaborg? Já, það mjög erfitt og rándýrt að breyta bílaborg í ekki bílaborg. Aha. Og við sjáum það nú bara af þéttingu byggðar sem að kosta pening og það gott fyrir almenningssamgöngur og kannski fleiri þætti að þétta byggð en það sem í gangi vil ég kalla ofurþéttingu. Ég ætla aðeins að halda áfram með hraðvagnakerfið. Það á að vera í hæsta gæðaflokki. Það ákveðin stofnun sem heitir Institute for Transport and Development Policy, ITDP, sem að gefur þessar einkunnir gold, silver, bronze og basic fyrir það sem að BRT eða Bus Rapid Transit og íslensku hraðvagnakerfi. Meiri partur af hraðvagnakerfum í heiminum uppfyllir ekki þessi skilyrði. Þetta svo flott. Til dæmis að stofnunin, hún viðurkennir ekki 5 hraðvagnakerfi í Svíþjóð og gefur þeim einkunnina bara not BRT. Og kostnaður við þetta komin upp í áætlaður kostnaður 130 milljarða ef ég man rétt. Og þá vantar kostnað fyrir uppkaup á landi, lóðum og fasteignum. Og ég held að þetta myndi enda einhvers staðar á milli 150 til 200 milljarða. Og það sem ég vil sjá í staðinn,
það svo kallað, það sem kallað gjarna BRT Light, en víða í Bandaríkjunum og Kanada að þá tala menn BRT þó það uppfylli ekki kröfur þarna þessar stofnunar sem ég nefndi á það. Og eins og ég sagði, þetta algengari lausn heldur en þessi mjög flotta. Og í svona bílaborgum þar sem að flestir eiga bíl og erfitt fyrir almenningssamgöngur að keppa við einkabílinn, að þá það alveg undantekningar menn fara út í svona dýra lausnir. Ég get nefnt eina borg, ég töluðu skoða þarna bandaríska borgir af því að þar eins og menn veit að þar höfuðborgarsvæði. Ég ekki að segja að Reykjavík eða höfuðborgarsvæði að vera eins og amerísk bílaborg. Mér finnst höfuðborgarsvæði miklu fallegri bílaborg heldur en þessar amerísku. Og ég þekki vel að því að börnin mín bæði búa á Seattle-svæðinu. Ég með 6 mánaða vísa og hef keyrt samtals í nokkur ár í Bandaríkjunum. Nú, svo mjög auðvelt að fá upplýsingar bandaríska bílaborgir og bara bandaríska borgir yfirleitt. Miklu auðveldra heldur en að taka evrópsk dæmi. Þetta jú eitt tungumál og svo þarna samgönguáætlanir staðlaðar. Ef það borg af ákveðinni lágmarksstærð þá segir bara Sámur frændi, alríkissjóðurinn, þið verðið að vera með samgönguáætlun, annars eigið ekki von á pening til að styrkja almenningssamgöngur eða jafnvel vegi. Þó þeir með sína alríkisvegi kannski sem að alríki fjármagna sjálf. En ég kannaði 2018 bílaborgir af svipaðri stærð og höfuðborgarsvæði og ég notaði viðmið 200-300 íbúa á öllu borgarsvæðinu, ekki bara borginni sjálfri. Þetta var miðað við manntal 2010. Við gera manntal bara á 10 ára fresti. Og niðurstaðan var að margar af borgunum voru ekkert að spá í svona BRT. Sumar ætluðu að kanna málið. Það var komið BRT í 2 borgum og önnur var eða borgarsvæðum, það var Eugene í Oregon, var önnur og hinn var Fort Collins, ef mann rétt í Colorado, sem var komið með eina leið. En mér þótti merkilegt með Eugene að því að stefnan hjá borginni sjálfri reyndar ekki fyrir borgarsvæðið sem var með sér apparat fyrir samgöngumálin. Og það einmitt borgarsvæðið sem að þarf að gera þessa samgönguáætlun. Og en borgin sjálf, hún var með svipaða stefnu og höfuðborgarsvæði. Þátt að þrefalda farþegafjöldan á skipulagstímabilinu og þeir voru komnir með 2 viðurkenndar hraðvagnaleiðir og það var sem að þessi TDP viðurkenndi. Og það var brons held ég í báðum tilvikum. Nú, svo hef ég fylgst stúderað mjög þessa þróun. Ég las þessa samgönguáætlanir eins og ég sagði 2018. Núna komið annað hljóð í strokkinn. Fyrsta lína þeirra kom 2007. Önnur 2013, svo var svo þriðja 2017, þetta var semst BRT og já, svo komu reyndar þeir til að spara rekstrakostnað, þá datt lína númer 2 eða 3 ef ég man rétt út úr viðurkenningu stofnunar því þeir tímdu ekki að hafa ferðatíðnina í lagi.
Hvað gerði svo tímabil 2009 til 18, það 10 ára tímabil eftir að þessar línur eru komnar í notkun. Þá fækkaði farþegum í strætó á borgarsvæðinu. Ferðum í bíl eða bílum fjölgaði. Það verður þó að segjast að þarna hraðvagnaleiðirnar fengu fleiri farþega því að það var ferðatími meir. Og en hinnar leiðirnar það fækkaði þá þeim meira farþegunum þar. Núna komin allt önnur stefna. Þeir ætla ekki að fjölga BRT-leiðum, ekki einu sinni BRT Light, nema kannski á einni leið og þá að endurskoða leiðakerfið og grunnferðatíðnin á öðrum með þessum hraðvagnaleiðum sem að þegar tvær leiðir núna ef ég man rétt verða áfram með 10 mínútna tíðni á álagstíma og korter utan álagstíma. En þeir eru meira að tala bara kortistíðni sem að þykir bara svona á flestu stöðum í heiminum bara þokkalega gott strætókerfi. Og núna markmiði hjá þeim að þeir fóru reyndar illa út úr COVID. Nú við hjónin hérna, ég dálítið með hugan við samgönguna þegar við erum þarna út í Bandaríkjunum, fóru þarna í ferð til Oregon og við komum við þarna og gistum nokkra nætur þarna í Eugene. Og ég lagði það á kona mín að fara með mér þarna í hraðvagnunum til að testa og það gaman að segja frá því að við fengum ókeypis af því að við vorum eldri borgarar. Og COVID fór illa með almenningssamgöngur þarna í Bandaríkjunum, það var náttúrulega að taka það með í reikningin. Og í dag töluvert í að þeir séu konum með farþegafjölda eins og hann var fyrir COVID þarna í Eugene og það mjög svipað í það í Bandaríkjunum. Nú þannig að þeir eru greinilega, þó ég viti það ekki að bíða eftir í að þetta nái sér á strik aftur áður eða breyta leiðakerfinu það og ég veit það ekki fyrir víst. En markmiði hjá þeim núna það að ná þarna þessu 4% sem þau segja síðan að það var fyrir COVID, ég þór ekki alveg að vera með það, upp í 6% af öllum ferðum. Það komið allt annað hljóð í samgöngu yfirvöld á þessu svæði og þetta svo bílaborg að þessu stæði í Bandaríkjunum þar sem að engin önnur komst með tærnar þar sem að hún með hælana og ég myndi segja og Oregon eitt svona umhverfisvænsta ríki í Bandaríkjunum. Það eru byggðamörk utan svæðið, svipað núna verið að deilum á höfuðborgarsvæðinu. Og nú svo það fjárveitingarnar. Það stúdera það yfirleitt þá sá maður hvað þetta gat orðið umfangsmikið að vita hvort þetta væri BRT Light eða ekki þegar ég fór yfir allar þessar samgöngu áætlanir. Og það á að setja á næsta skipulagstímabili, man ekki hvað 15-20 ár, það 200 milljarða í gatnakerfið, íslenskar, og ef ég man rétt 20 milljarða í innviði fyrir almenningssamgöngur. Skiljiði þið þá rétt að þú sért bara skeptískur á það að höfuðborgarbúar og aðrir Íslendingar hér á svæði að þeir breyti ferðahegðun sinni þannig að við förum að hópast í strætó? Ég bjartsýnn á að ferðavenju breytist og ég held að það afstaða fólks, ekki síst yngra fólks, það horfir á hlutina öðruvísi.
þetta mun bara ekki gerast sko í neinni skyndingu. Þetta verða svona hægar breytingar og ég nú sérstaklega hrifinn þarna af hjólastígunum. Já, það glemdi mitt að nefna Eugene var allavega, ég held ennþá, mesta hjólaborg í Bandaríkjunum. Þeir ætla að byggja, já, ég held að það hefur verið fyrir 80 milljarða byggja upp þarna göngu og hjólastíga í borginni. Samt reiknaði með að ferðum og hjólum fækki. Og þetta trend, ég held líka í Portland sem nú stærsta borgin þarna í Oregon. Það sé svipað upp á tenninu og manni finnst þetta auðvitað miður. Af hverju ætti hjólandi að fækka? Já, þetta góð spurning og sko ég nefnilega reynslaði að hjóla sjálfur þegar ég var hérna á almennu verkfræðistofunni. Ég var þá komin yfir 60, það var 2009-13. Þá hjólaði ég allt árið í vinnuna. Það var þarna, ég bý á Kársnesinu í Kópavogi og almenna verkfræðistofan var þarna í Hreyfilshúsinu við Fellsmúla. Ég var á fjallahjóli og nagladekkjum og mér finnst þetta alveg tilvalið hérna líkamshreyfinga því að þegar ég mætti í vinnuna þá fór ég í sturtu. Svo hjólaði maður aðeins hægar heim svo maður ekki sveittur. Já, það er margir sem tengja við þetta. Já, og hérna, mér finnst þetta bara frábært. Svo hérna, það ég ekki neitt svona bílisti. Nei. Þannig að, og við hjónin, við höfum aldrei átt nema einn bíl. Já. Fyrir utan 1 ár sem við hérna í einhverju rugli sko hérna keyptum bíl númer 2. Við náttúrulega, já, eins og ég sagði, við eigum þó bara 2 börn. En ég valdi mitt, eða það var, við fluttum úr Flúðaselnu yfir á Kársnesið, þá var ég byrjaður að vinna á skipulagsstöð höfuðborgarsvæðisins. Það var Gesti Ólafssyni sem var arkitekt og skipulagsfræðingur sem veitti henni forstöðu og þá gat ég labbað í vinnuna. Það er 10 mínútna gangur. Það gat ég líka þegar ég var bæjarverkfræðingur í Kópavogi. Og ég var á bílastyrk og þurfti stundum að nota bílinn og þá gat ég gert það, ég gat jafnvel farið labbandi ef ég vildi og tekið svo leigubíl á minna í einn kostnað og hérna og svo framvegis. Þannig að hérna sko en bara mín, hvað ég að segja, pólitíska afstaða að fólk á samt að fá að stjórna sínu lífi sjálft og velja sin eigin ferðamáta eða vill eiga 2 bíla og búa kannski á stað þar sem að hafa alveg tíma eða efni á því að eiga 2 bíla og allt það, þá finnst mér það bara allt í lagi. Þá gefur þér kannski að framtíðarbifreiðin verði knúin umhverfisvænu eldsneyti og... Já, ég held að það sé alveg ljóst en semst að hérna bara ítrekka það sko, ég trúi því að ferðavenju muni breytast. En sko þetta verður alltaf í grunni bílaborg, þetta rugl með þessar rándýru borgarlínu og þéttingu byggðar, þetta dæmi sem að gengur ekki upp og ég spái því að það verður ekki mörg ári að hvort tveggja hrynji, semst að þessi ofurþétting byggðar eins og ég vil kalla það með þessi þröngu byggðamörk og semst að fólk þegar farið eins og veist Björn að flytja hérna til grannsveitafélagana á suðvesturhorninu og bæjarstjóri Kópavogs Ásdís Kristjánsdóttir skrifaði nú góða grein í Mogganum daginn og eins og hefur eflaust heyrt að Kópavogur, Garðabær og Hafnarfjörður vilja færa út byggðamörkin en Reykjavík segir nei. Og sko ef það var nást jafnvægi á húsnæðismarkaði hérna á höfuðborgarsvæðinu, sko þá þarf Reykjavík að byggja til norðurs
Já, það gengur ekkit, sko, út fólk hefur ekkit efni á því að núna það annað þeir sem eiga fasteign og geta keypt sitt aðra sem að þá það bara verðmunurinn á fasteignunum. En sko þeir sem að hafa ekki efni á húsnæði, þeir eru, eins og ég sagði, farnir að flytja sér set til austur fyrir fjall eða Suðurnesin og Skagan og allt þetta, og þetta á bara eftir að aukast ef menn halda þarna fast í þessi byggðamörk því miður. Og hvað gerist þá? Jú, það margir þeir sem flytja halda áfram að vinna eða sækja skóla hérna á höfuðborgarsvæðinu. Já, og þannig að það eins og með vita, það 20 kílómetra þarna sko á þessa staði, og þó það verði tiltölulega færri sem að gera það frá grannsveitafélögunum heldur myndu gera það ef þeir byggja á Álfsnesinu og Kjalarnesinu og þar, að þá sko þarna þarf einhver ábyrgur aðili með reiknilíkan áður en að svæðisskipulagi fyrir höfuðborgarsvæði verið endurskoðað. Sko, fyrst þarf að skoða hvernig líklegast að byggðin á suðvesturhorninu myndi þróast ef við héldum fast í byggðamörkin. Yrði það ekki bara fleiri eknir kílómetrar? Ég spyr. Ég veit það ekki, en ég hef á tilfinningunni að það gæti alveg eins gerst. Það er mjög erfitt fyrir almenning að mynda sér skoðun á þessum máli. Ekki hjálpar til að til þeim Sjálfstæðisflokkurinn, hann þríklofnaði við afgreiðslu á samgöngu sáttmála núna daginn sem að segir manni að málið ef það að einhverju leyti flokkspólitískt, þá það ekki endilega flokkspólitískt. Ég var hérna með 4 Íslendinga, við vorum að ræða borgarlínu og reiðhjól og umhverfisvænasamgöngur, og þau voru eiginlega öll sko á þeirri skoðun að væri þetta ekki skásta planið, þótt það mætti kannski greina að við höfum mörg hver ákveðnar efasemdir, ekki síst þegar samgöngusáttmálinn hækkar úr 120 milljörðum í 311 sko. En hérna, þú ert ekki alveg búin að selja mér sko. Nei, ok. Það ýmsir vinir mínir sem trúa mér ekki. Sko, ég er að reyna að finna út úr því hvað í þinni hugmynd trompar borgarlínuna svona rosalega. Þú gefur þér í rauninni það sem að kannski borgaryfirvöld gefa sér ekki. Þú gefur þér að það verði fleiri bílar á götunum en borgaryfirvöld núverandi gefa sér. Og þér finnst það breyta? Já, reyndar sko nú hafa verið gerðar umferðarspár og já, gott að þú nefndir þetta að sko það til nokkuð sem heitir samgöngu líka höfuðborgarsvæðisins og það spái fyrir ferðir bíla, farþega með strætó og fjölda hjólandi. Þetta líkan það ekki búið til fyrir en árið 2020. Ég hef sagt á málþingi hjá Vegagerðinni fyrir 2-3 árum. Þetta samgöngulíkan hefði átt að vera tilbúið áður en með breyttu svæðisskipulaginu síðast. Sko þá giskuðu menn á bara hvað hægt að breyta ferðavenjum. Já. Og hérna þá kom út þessar tölur sem ég sá strax að voru tótrugl. Að hérna fjöldi ferða með bílum ætti að fara úr 76% niður í 58%. Já. Og hlutur ferða með strætó úr 4 upp í 12, gangandi úr 20 upp í 30. Og ég fór að stúdera reynsluna ellendis. Ég hef ekki fundið nein dæmi þar sem að þú getur haft svona mikil áhrif í lítilli bílaborg. Það erfiðara að kenna gömlum hundi að sitja heldur en
Já, þetta bara, sko, ef þú hefur aðganga bíl, þá ekki svo þægilegt að fá þetta yfir í strætó. Og það ég var mér að lesa daginn svo ég fara úr einu í annað að það var norsk grein sem gekk út á það að samkeppnishæfni almenningssamganga við einkabílinn hefur minnkað á síðastliðnum 4-5 árum. Þrátt fyrir háleit markmiðum og umhverfisvána og það já, að umferð bíla í borgum vaxi ekki, það þeirra markmið. Hann har búið að útrýma akandi umferð að miklu leyti í miðbæjum, maður sér það alls það ferðalögum í útlöndum. Akkúrat, og það minnir mig á enn eitt, ég hef nú stúdírað þarna töluvert af evrópsku borgunum. Og því ég hef lesið þarna eina ritrýnda grein þar sem að höfundar komust að þeirri niðurstöðu að samgöngustefnur í evrópskra borga séu fyrst og fremst skraddarsaumaðar fyrir miðborgina. Og göngugötur og fleiri göngugötur og allt þetta. Og hins vegar í útkverfunum virðist gilda önnur stefna. Það meiri bílismi. Já. Og þannig að svo flækir málið að það til dæmis í Danmörku. Það ég hef nú búið í Danmörku í 2 ár. Ég var að læra þarna samgönguverkfræðina. Þar var ég á reiðhjóli og við hjónin bæði. Konan vann fyrir mér þarna á Helle Amtsíuhús og við notuðum bara hjól og lestar og einn vetur þá snjóaði þarna aldrei þessu vatn töluvert og þá tók ég strætó og hún líka. Og þá var fullt mikið hjólreiðastíga og þetta var bara fínasta líf. En svo þegar maður kemur hingað og við tíndum ekki eða höfðum ekki efni á að reka bíl. Nei. Að ég fór að læra og ekki með tekjur. Þetta var bara ágætlaust en ef maður hefur aðgang að bíl þá allavega í lítilli bílaborg að þá mjög erfitt fyrir almenningssamgöngur að keppa við einkabíl. Já, nema að hnútarnir séu orðin slíkir eins og ég rekk mig stundum á í mínum ferðum að ég hugsa bara með mér, ég fljótari á milli hjólandi eða gangandi. Já, eins og ég hef meiri trú á hjólastígu. Já. Því að þar eins og þú veist, þá getur maður farið frá A til B og ef þú þarna með rafmagnshjól þá getur þú verið fljótari á ferðum þessa tiltölulega litlu borg heldur en ef þú notar strætó. Að vísu ef þú hjólar út á biðstöð, tekur svo strætó og þá geti það hugsanlega keppt við bílinn en það þarf að búa til líka eins og samgönguyfirvöld sérstaklega í Reykjavík að gera erfitt ástand, gera lítið fyrir bílinn alveg eins og verkfræðistofan Kófi mælti með til þess að fá svona marga upp í strætó. En eins og ég sagði áðan, ég tel að þetta muni bara ekki ganga upp. Þetta bara mun springa þarna út af að eins og ég sagði að fólk flytur bara til grannsveitafélaginn á suðvesturhorninu. Hvað með róttækar úrbætur eins og bara Subway og eitthvað svoleiðis, allt og dýrt, eru allt að fá? Já, það
það nú, ég hugsa að neðanjarðar lestakerfi hérna væri svona tiltölulega ódýrt miðað erlendis. Það svona reynslutalan 30 milljarðar á kílómetran og sko dýrustu hlutirnir í svona kerfi það eru stöðvarnar. Sko það kostar svona með öllu svona eins og miklu brautagöng eða þú veist með 4 akreinagöng fyrir bíla. Þá þetta kannski svona billu 10 til 15 milljarðar sem að það kostar. Og það geti vel verið að neðanjarðar lestakerfi hérna kostaði ekki nema 20-25 milljarðar á kílómetran. En hver veit borgar reksturinn og færðu nægan farþegafjölda og svo framvegis. Svona kerfi ekki nema, yfirleitt ekki fyrir út komin í eitthvað nálægt 1 milljón íbúa og sko það gerir engin svona hluti í 300.000 manna bílaborg. Nei, við hendum þessu út af borðinu. Sko, þú segir hérna tími okkar fer nú að verða þrótum en hérna, við höfum kannski svona 5 mínútur en þú segir hérna í einni greininni að það sé líka miður að sko Reykjavíkurborg hún standi ekki fyrir bráða endurbótum á strætókerfinu eins og þyrfti og þú ræðir að sko að hérna endurbætur sem varði forgangur ljósum og sérakreinar að það myndi strax verða til mikilvægbóta. Já. Það hérna, þú getur klárað það á þeirra til 5 árum. Já. Borgarlína klárast ekki fyrir hvaða 15 árum þessi. Finnst þér eins og við sem að halda niður í okkur andanum núna og sem ekki gera neitt út af einhverju svona kraftaverka trú stóru lausnina sem þú útskettur? Sko, ég held bara þetta hefur verið eitthvað sambland af óskhyggju og að menn hafi ekki verið alveg sko þarna nú klár í kollinu þetta samgönguyfirvöld að búa til þetta rugl. En ekki bestu verkfræðingar pólitísku fulltrúum okkar til ráðgjafar? Sko þeir nú misvitrir, það þarna kollega mínir, þau tali bara alveg hreint út. Já. Og hérna sko aðalatrið nú samt að hérna það eru pólitíkus sem stjórna ferðinni og eins og ég sagði áðan að Kófi sko fekk bara 2 valkosti hraðvagnakerfi eða léttlistakerfi sko þegar ég byrjaði þetta á almennu verkfræðistofunni og þá var ég búinn að vera þarna embættismaður hjá því opinbera þarna í mörg ár sko þá byrjaði ég að læra gæðakerfi. Nú það grundvallaratriði í gæðakerfi ráðgjafa það verkkaupi ræður ferðinni og kennarinn sagði já, ef verkkaupi vill trappan þá fær hann trappan ef verkkaupi vill bens þá fær hann bens þannig að þetta mjög lúmst að hérna sko sumir pólitíkusar bendi mitt á verkfræðinga, skipulagsfræðinga. Já, þetta fólk, þetta bara fínir ráðgjafar og þó ég hef nú sagt að þessu misvitrir í bransanum þá skal ég aðeins svona milda það með því að segja að jafnvel sko bestu menn klári og konur klárt í kollinum verkfræðingar, skipulagsfræðingar, arkitektar sko verða að fara eftir pólitískum forsendum sem að koma niður í gegnum embættismannakerfið. Þú þekkir það persónulega úr þínum eigin starfi? Já, ég er búinn að vera báðum megin við borðið. Ég veit nákvæmlega hvað ég er að tala en þetta er alveg ígölsnjallt að segja, já, þetta er hæft fólk, sjáu, það leggur þetta til. Og ég segi nú bara, sko, garbage in, garbage out. Ef þú setur bull inn í eitthvað reiknilíkan, þá færðu bull út úr því. Sama hvað reiknilíkanið er gott.
Ég spurði þig áður en við gengum hérna inn í stúdíóið sko, þú sagði mér að þú hefðir verið sjálfstæðisflokksmaður en þú talaðir ekki úr þeirri átt. Þú ert hér að tala sem fagmaður. Já, ég hef allan tíman gætt þess að reyna að halda trúverðugleika með því að tala á faglegum nótum. Og auðvitað sem embættismaður maður hugsa pínlítið þannig að til dæmis í okkar samtökum þarna sem við í samgöngu fyrir alla að þá erum við kannski farin að setja fram við gerum minna því að setja fram tillögur núna sem að við vitum að verði líklegast ekki samþykktar. Við vorum áður með tillögur að hafa gatnamóta Miklubraut mislæg og við komumst að því að það var ekki söluvara. Þannig að núna í okkar tillögu þá gerum við ráð fyrir Miklubrautargöngum. Erum að vísu með tillögu að leysa bráðavanda með því að leggja Kringlumýrarbraut í undirgöng undir Miklubraut sem bráðabirgðalausn og breikka Hafnarfjarðarveg og Kringlumýrarbraut í 6 akreinar. Það myndi gera heilmikið gagn en framtíðarlausnin er að bora göng fyrir bíla. Þau, eins og ég sagði, það er ódýrt að tiltölulega bora göng hérna. En búið að vera forvitnilegt að heyri þér, Þórarinn Hjaltason, kæra þakkir fyrir að koma. Þú ert, 76 ára gamall, ekki satt? Jú, það er 77 eftir nokkra daga. Eftir nokkra daga? Ég þakka kærlega fyrir mig. Það er bara mjög ánægilegt að fá að breiða út boðskapinn. Já, við þakkum þér fyrir komuna kærlega. Já, takk. Og úr þessu förum við yfir í Altara sálma. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu.